Þá set ég þennan 5. fund íbúðarráðs Háaleitis og bústaða setta. Þau eru velkomin á fundinn, bæði ráðsmenn og einnig þá sem kunna vera að hlusta í beinni útsendingu. Ég veit athygli ráðsmanna á því að þessi fundur er sendur út og honum er streymt á vef borgarinnar. Fyrsta mál á dagskrá er tillaga heimildir til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands í sveitarfélagi eða vegna notkunar fjarfundarbúnaðar á fundum borgarstjórnar, borgarráðs, fagráða og annarra nefnda. Og þið hafið öll fengið skjöl þar að lútandi og ég ger ekki ráð fyrir að þetta sé gerir neitt sérstakar athugasemdir við þetta. Ég vil líka minna á að þegar þið eruð ekki að tala að stilla á mute og ég minni líka á chatið eða spjallþráðinn hjá okkur til þess að ef þið viljið fá orðið. Og nú legg ég smá tæknum orðið minni dóttir út. Það líka opna þetta. Afsækjum mig. Takk aðeins að stríða okkur þáttur við. Ég verð að hafa þetta inni. Já. Afsækið. Það byrja vel. Það var alveg komin inn og allt. Virka ég þess að ég sé? Já, nú er það. Svo mikið. Þú er að joina. Já. Ok. Og ég aftur komin með skjáinn, afsakið þetta. Og þá göngum við til annars liðar og það eru málefni Safamýrar 89. Ég hef fengið tölvupósta frá 3 íbúum þar sem þeir hafa lýst yfir áhyggjum vegna starfsemi kærleikssamtakanna í Safamýr númer 89. Það hefur komist upp svo kvittur að þar sé rekið áfangaheimili fyrir heimilislausa og fólk í neyslu, beint á móti leikskólum og stutt frá grunnskóla og íþróttastarfsemi. Samkvæmt heimasíðu þá var tilgangur félagsins að starfa í þágu þeirra sem þarfnast aðstoðar til að lifa sæmandi lífi, sökum fátæktar, óreglu, heimilisleysis eða annarra ástæðna. Og ein af grunnstoðunum í starfi samtakanna, samkvæmt vefsíðunni hjá þeim, er að aðstoða jaðarsett fólk í neyslu og með geðraskanir en án lyfja. Og að það er ekki að sjá að það er sérstaklega kallað eftir aðstoð fagfólks í þessu starfi eða í hugmyndafræði kærleikssamtakanna. Íbúar hafa áhyggjur af þessu og hafa lýst yfir að þarna hefur verið áberandi neyslu og neyslutengda heilbrigði að ræða, grunur sölu og nú er ég bara að lýsa því sem að hefur komið fram í tölvupóstum til mín sem formanns ráðsins og spyrja hvort að íbúðarráðið geti beitt sér í þessu. Ég sjálfur sér sagði að ég gæti kannski ekki mikið gert í bili nema allavega þó að leggja fram, setja málið á dagskrá og kynna þessar áhyggjur íbúanna og kalla eftir upplýsingum innan úr borgarkerfinu hvort að í sambandi við leyfismál. Og staðan er í stuttumáli þessi, samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum orðið okkur út að þá er starf meðferðarheimila eða áfangaheimila formlega, það er leyfisskyld starfsemi og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur kannað málið hjá hönd íbúðarráðs og komist þeirra niðurstöðu að fari fram, ef það fari fram þarna einhvers konar meðferð fyrir fólk með geðraskanir eða því,
að það þurfi svo sannarlega leyfi að vera til staðar, en aftur, samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðiseftirlitinu, þá hafa kærleikssamtökin lýst því yfir að þarna sé ekki um meðferðarheimili að ræða, heldur einfaldlega um útleigu til einstaklinga að ræða, sem vissulega ekki leyfisskylt. Allir geta keypt hús og leigt til þeirra sem þeir óska. Þannig að eins og staðan núna og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef að þá málið í pattstöðu meðan ekki hægt að sanna leyfisskylt meðferðarúrræði að ræða. Þannig að nú hef ég kynnt málið og gef orðið laust. Já, ég kannski fæ aðeins að spyrja, þetta er Vigdís. Já. Sko, að því ekki fylgiskjal með þessum dagskrárlið. Þannig að sko, ég að heyra þetta núna í fyrsta sinn, skiljiði, þannig að alltaf svolítið gott að hafa fylgigögn með. Það sko kærleikssamtökin sem að kvarta yfir þessu fyrir hönd á íbúana eða hverjir þessi þrír? Voru þetta íbúar þarna í kringum þetta eða hvað? Það fyrsta spurningin. Og svo í öðru lagi þetta sko rétt skilið hjá mér að þetta sé bara einhver aðilar sem eiga þetta hús og leigja það út og það komið í þennan farveg að þarna sé mikil neysla. Já, ástæðan fyrir því að það engin fylgigögn en svo að þetta annars vegar tölvupóstar sem að ég hef fengið og allavega í 2 tilfellum að 3 bað fólk með trúnað við erindið sem ég finnst sjálfsagt að virða, þannig að þetta ekki tölvupóstar sem ekki þannig gögn sem við getum lagt svona fram. Þannig að þar með ekki hægt að það það ástæðan fyrir því. Og sömuleiðis í rauninni ekki, það í sjálfu sér engin fylgigögn frá heilbrigðiseftirlitinu heldur vegna þess að þetta bara svar, óformlegt svar sem okkur hefur borist. Við getum auðvitað kallað eftir því að það sé skriflegt, en þetta í rauninni, já, þetta svar frá heilbrigðiseftirlitinu í þessa veru að það sé ekki hægt að meina fólki að leigja til þeirra sem það vill. Já, einmitt, akkurat þetta náttúrulega kannski snýst eignarréttinn, þetta náttúrulega agalegt þetta náttúrulega svona brestur á náttúrulega í grónu hverfum og náttúrulega sérstaklega nálægt svona viðkvæmri þjónustu, þannig að já, ég ger ekki athugasemd við það að þetta þá bara í ferli. Já, þannig að ég vek aftur athygli á tjattinu, þetta kemur fram með svona spurningagluggi í valmyndunum niðri til að fylgjast með að þið viljið fá orðið. En ég var með drauga bókun. Ég var með drauga bókun þetta kemur það ekki upp á skjáin það. Ég búin að gera drauga bókun sem ég þarf að leggja undir fyrir fundarmenn til athugasemdið umræðu. Þetta var ekki. Bíða þar til hún kemur upp. Og hann hún. Þess að mín tillaga á bókunni þessi þá, svo við allavega bregðast með einhverjum hætti við. Íbúar að Háleitis og bústaði hefur fengið fregnir af áhyggjum íbúa í Háaleiti vegna þeirra samþjöppunar fólk sem virðist eiga við virkan fíkniefna að stríða sem og fíkniefna neyslu og hugsanlega sölu í og við húsið. Sé þetta raunin tekur ráðið undir áhyggjur íbúa ekki síst vegna nálægðar við skóla, leikskóla og íþróttastað. Mikilvægt að fylgjast með framvindu mála og kalla eftir því að talsfólk kærleikssamtakanna sem reka húsið verði sér út tilskilin leyfi verði sýnt fram á að þarna sé leyfiskylda starfsemi og eða meðferðarúrræði að ræða. Og aftur gef ég það orðið ljóst ef einhver vill Gústaf vill spjalla, Gústaf? Já, eins og ég skildi þetta núna á þinni umfjöllun þá, ég meina þá virðist náttúrulega bara verið í ferli hjá heilbrigðiseftirlitinu og
Ég finnst það bara mjög fín bókun. Mér finnst þess að það er einhvern spurningu hvort það sé búið að sýna fram á þessi fíkniefnaneysla í kringum húsið. Og ég meina það er náttúrulega bara lögreglumál líka. Og já, mér finnst fínt að við bókum eitthvað þessa leið og við verum bara, kannski áréttum að máli sé í ferli og heilbrigðiseftirliti sem meðvitað stöðu mála. Já, ég held að það sé í rauninni það eina sem við getum gert. Samkvæmt upplýsingum frá íbúum, það hefur lögreglan verið kölluð að húsinu en það í rauninni hefur ekkert að gera með það hvort að starfsemi sé leyfisskyld eða ekki. Þannig að þetta er þessi pattstaða en bara mikilvægt að við fylgjumst með þróun mála og við séum þá í þessu samtali við heilbrigðiseftirlitið sem að veit þá af þessari stöðu og getur þá mögulega brugðist við ef aðstæður breytast. En Vigdís, þú ert næst. Já, bara sem sagt aðeins að hugsa líka út fyrir bóksið Það stendur þarna að kærleikssamtökin reka húsið, þú veist, akkurat, og er þá tilskilin leyfi að ræða það ekki. Það sem ég veit þessi kærleikssamtök, þetta er félagsskapur 3 eða 4 einstaklinga sem að síðast þegar ég vissi bjuggu í húsbíl eða hjólhýsi niðri í Laugardal og þau hafa verið nokkuð hávær varðandi náttúrulega það að geta verið þar með heilsársbúsetu og telja sig vera talsmann mjög stórs hóps. Eru þessi samtök núna farin að reka meðferðarúrræði eða? Ég er bara að reyna að ná utan þetta af því að þarna kemur akkurat kærleikssamtökin upp, skiljiði mig. Vitið eitthvað það? Samkvæmt upplýsingum, það er eitthvað kærleikssamtökin á vefsíðu, ef þú bara googlar kærleikssamtökin sem og þau eru líka með Facebook-síðu, þannig að þetta eru einu upplýsingarnar sem hægt er að nálgast, auk þess að það er staðfest að þau held ég að örugglega hafi keypt húsið, þau eru búin að vera safnafylgdi lengi og eiga húsið og samkvæmt upplýsingum heilbrigðiseftirlitsins sem hafa verið í samtali við, hafa talað við kærleikssamtökin, þá segja þau að þau séu einfaldlega að leigja út. Þannig að þetta er svolítið orð gegn orði. Þessi kvittur sem er upp í hverfinu, að þarna sem verið að reka meðferðarúrræði byggt á hugmyndafræði kærleikssamtakana sem meðal annars byggir á meðferð við geðröskunum án lyfja og að því virðist án aðkomu fagfólks. Þannig ég verð að segja fyrir mig persónulega þá skil ég alveg áhyggjur íbúa en á móti kemur að meðan að þau gefa ekki upp að þau séu í neinni meðferðarstarfsemi að þá eru hendur okkar bundnar því öllum er heimilt að kaupa hús og leigja út herbergi. Fyrirgeðu, þetta er bylgjan, ég veit ekki alveg hvernig ég á að melda mig. Já, það er það ætti að koma þarna upp valmöguleika þar sem hún mjútar og velur kameru og fleira. Og það er svona talblaðra og ef þú lítur á hana þá opnast spjallþráður og þar meldar þú og biður orðið. Ok, chat, já, ok. En þú með orðið? Já, ok. Nei, já, ég ætla bara að segja, spyrja, heilbrigðiseftirlitið, er það að gera eitthvað eða þú veist? Heilbrigðiseftirlitið er af því ég best veit ekki að gera neitt vegna þess, það hefur stigið þetta skref að afla upplýsinga og spyrjast fyrir starfsemina en ég er ekki veita sér að öðru leyti því að þetta eru svörin og þetta er staðan. Já. Ég meina, ég tek undir bókunna, þetta truflar mig virkilega og ég hef áhyggjur af þessu af því að ég náttúrulega er þarna með börn í skóla og leikskóla og þú veist, ég hef orðið vitni af því að það er lögregla og sjúkrabíll þarna fyrir utan sem að
stingur í augu í þessu annars mjög friðsæla hverfi, sko, og þannig og hef heyrt af fíkniefnaneyslu þarna í kring, þannig að já, endilega ef við getum gert eitthvað. Já, það hafa ekki fleiri beðið orðið. Þannig að bókunin stendur og mér heyrist vera svona jákvæðni gagnvart henni almenn. Einhver sem hefur athugasemdir eða erum við sammála að leggja þessa bókun fram eftir þessum lið? Sammála. Þannig að höldum bara vök okkar og augum og eyrum, hlustum á íbúa og veltum því upp hvort það sé hægt að gera eitthvað meira. Svo staðan núna, þá sjálfur sér ekki hægt að gera meira en að skila þessari bókun og láta vita við séum að hlusta og höfum spurst aðeins fyrir innan kerfisins hvað hægt að gera. Þannig að ég held að sé ekki hægt að gera meira í bili. Þá göngum við til næsta liðar sem númer 3 sem bréf stýrihóps innleiðingu íbúðaráða tillögu Flokks fólksins að íbúðaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra og þetta lagt fram. Þið auðvitað með þessu gögn og til að Flokks fólksins að íbúðaráðin hlutist til að stofnanir í hverfi tengist meira nú raunin og að íbúar hverfisins eigi þá möguleika á að eigi þá mögulega ríkari samskipti. Flokkur fólksins leggur til að eitt af hlutverkum íbúðaráða sé að leiði til að auka dýpka bæði fagleg og persónuleg tengsl íbúa og íbúa hverfi gegnum stofnanir borgarinnar í hverfinu. Sjáum á íbúðaráðin sem eins konar lím milli skóla, leikskóla, félagsmiðstöð og menningarstaðar hverfisins. Ég ætla ekki að lesa allt bréfið, en mér finnst þetta sjálf sér bara hið besta mál og þetta lagt fram. Einhverjar athugasemdir eða einhver viðbrögð. Með leyfi formanns, ef ég mætti skjóta inn í, þá hafa mörg íbúðaráðin bara kosið að líta þetta sem bara fínustu brýningu og hvatningu að vera í sem mestum og flestum tengslum við hverfið, sem einmitt markmiðið með íbúðaráðin. Já, þá bara sem bókun eða? Nei, bara, þau hafa bara tekið þessu þannig. Já, við erum ekkert að leggja sérstaklega fram bókun þetta. Ekki nema vilja sér fyrir. Já. Mér finnst þetta bara hið fínasta brýning, tek undir það sem Heimir segir mér að hafa rætt í öðrum íbúðaráðum að þetta bara fínasta brýning og íbúðaráðin eru almennt að fara vel af stað og það er jákvæðni gagnvart þeim en það er heilmikil vinna óunnin og við þurfum öll að leggjast á árar. Þannig að ég hef svo sem ekki fleiri athugasemdir varðandi þriðja lið, vill einhver fá orðið? Svo er ekki að sjá, þannig að Nei, en ég ætlaði bara að segja, ég er sammála sem Heimir segir og ég meina, það var náttúrulega vinna stýrihóp sem gekk út á þetta. Breytingi sem var gerð á íbúðaráðunum með inntöku íbúðarsamtökanna og foreldrafélagana gekk einmitt nákvæmlega út á þetta. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er bara góð brýning, það er alveg rétt og bara frábært. Ég var ekki með bara ég var búin að lesa þetta yfir og þetta við erum sammála það. Ég var ekki búin að gera sérstaklega bókun þetta, en þetta er lagt fram og ég gerir ráð fyrir að allir hafi kynnt sér þetta bréf. Þannig að þá göngum við til 4. liðar á dagskrá sem bréf umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar umferðar
öryggisaðgerðir í Hlyngerði, Seljugerði og Viðdýrgerði til framlagningar. Þetta búið að vera svolítið mál sem að hefur verið svona, hvað ég segja, við lefum að sleppa svona ongoing í vetur. Og ég vildi gjarnan einmitt að íbúaráðið myndi bregðast við og ég hef reynt eftir bestu getu að bregðast við og hlusta á íbúana og hef fengið frá þeim töluvert marga tölvupósta og verið í sambandi við umhverfis- og skipulagssvið varðandi þessar athugasemdir þeirra og hluti af dagskránni er bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna þessa umferðaröryggisaðgerða. Það sem gerðist svo í málinu eftir að bréfið var sett var að það var fundur meðal íbúa á milli íbúa og starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs og ég komst því miður ekki á þann fund en ég fékk góð svör, ég fékk svona gott yfirlit frá starfsmanni Guðbjörgu Lilju Erlendsdóttur, yfirverkfræðingur samgöngumála, þar sem hún lýsir því hvað var rætt. Ég ætla aðeins, fyrir þau ykkur sem gætu mögulega ekki hafa kynnt ykkur þetta, að þá snýst þetta svona steyptar stöpla sem að þrengja göturnar við stíg sem liggur í gegnum hverfið, liggur í gegnum þessar götur þvert og göturnar liggja halla, þannig að það hefur komið fyrir að sérstaklega krakkar á hjólum hafa dúndað þarna svolítið hratt í gegn og þessum þrengingum er ætlað að hægja á umferð bíla. Og á þessu fundi var farið helst í stað þetta og bakgrunn fyrir aðgerðunum og var farið líka yfir svona hvað verið gert í á sambærilegum stöðum í borginni. Þetta talaði umferðar yfir steyptan platta með umferðarmerki á. Íbúarnir lýstu yfir eindregnum áhyggjum með því að aðgerðin sé ekki nægilega vel útfærð, þannig að umferðaröryggi sé ekki betra en það var fyrir. Og þessi benda á að stærsta vandamálið sé hraði hjólreiðamanna eftir stígnum og þeir stingi upp á að setja sveifluhlið til að draga úr hraða hjólreiðamanna á þessum tiltekna göngustíg og þeir finnst að þessar þrengingar þrengi svona að húsunum og bílastæðunum, sérstaklega þar sem að þær eru. Þetta er cirka svona, hvað er þetta sé stórt? Þetta er svona 1,5 fermetrar þessi stöplar. En Reykjavíkurborg á móti leggur áherslu á aðstæðustíga þarna með þeim hætti að það þurfi að bæta sín milli ökumanna og vegfarenda á stígnum og aðgerðirnar gera það með því að koma í veg fyrir að lagt sé alveg upp að gönguþvörinni og veita skjól fyrir vegfarendur. Niðurstaðan af þessum fundi var að með hliðsjón af lýsingu fulltrúa íbúa og hraða hjólreiðamanna eftir stígnum ætlar Reykjavíkurborg að skoða hvort komi megi fyrir sveifluhlið með einföldum og fljótlegum hætti og borgin setur jafnframt svokallaða sjónlengdarþríhyrninga sem að íbúar næst stígnum geti betur áttað sig á því hvort þið geti stuðlað betri sýn með lagfæringum og sinni lóð. Þannig að íbúar mættu nokkuð ákveðnir og vildu fá breytingar strax sem þeir svo sannarlega fengu ekki. En ég meta svo að fulltrúar hjá borginni sé að mæta þeim þarna á miðri leið með því að taka vel í að setja upp svona hlið á göngustígana til að draga úr hraða hjólandi og málið sé bara í sjálfu sér í ágætum farvegi. Og þá hef ég lokið máli mínu, hefur einhver athugasemdir eða spurningur varðandi þennan lið? Má ég aðeins spyrja þetta Vigdís? Já. Er þetta ekki máli sem var á fyrsta fundi ráðsins, þarna með þessar áhyggjur með þarna aðgengi og þetta væri mjög óskýrt og mikil óánægja og
og svo framvegis. Jú. Þannig að þetta eiginlega bara status quo vandamála til staðnum að nú bara sumar skiljiði. Þannig að kannski borgin ætlar ekkert að sinna þessu neitt meira en segir í þessu bréfi eða. Nei. Því þetta snýr að öryggismálum, sko. Já, þetta einmitt eins og ég sagði, þetta búið að vera svona lifandi mál í vetur, margir tölvupóstar og svo þessi fundur og ég myndi ekki túlka það sem svo að borgin ætli ekkert að gera, heldur einmitt að hún ætti að bregðast við með því að hún tekur vel í að setja svona sveifluhlið eins og íbúarnir óskuðu eftir, en íbúarnir hins vegar óskuðu eftir viðbrögðum strax og þetta er fjarlægt svona nánast bara með til sammenskap. Það var ekki hægt að gera það vegna þess að þetta líka snýst svona jafnræði við það sem gert annars staðar. Fulltrúar borgarinnar voru ekki tilbúin til að fjarlæga þessar þrengingar án þess að það eru komnar aðrar aðgerðir á móti sem þjóna sama tilgangi. Þannig að eftir því sem að miðað við það hvað íbúarnir eru duglegir að ganga eftir þessu máli og eftir að fund og svona, þá er ég bjartsýn á að þetta leysist vel, en kannski ekki alveg á þeim hraða sem þeir eru óskuðu. Af því að það þarf að út frá þessu prinsippi, það þarf að finna nýja lausn á þessu gamli til. Gústaf, ætlar þú að biðja málið? Já, ég bara, þetta með sveifluhliðin náttúrulega það kemur ekki fram í bréfinu, þannig að það er allan að gott að heyra þeim. Ég er bara búin að fara þarna og skoða þetta og þetta þessi stöpplar náttúrulega þetta er hæðin á þessu, að kalla þetta stöpplar svona alltaf yfirdrifið, þetta er bara svona í gangstéttarhæð, þetta er svona gangstéttarkantur eiginlega og já, svona öryggislega séð að þá er jafn mikil hætta af börnum sem hlaupa af bílastæðum við húsin eins og frá þessum stígum þannig að samkvæmt sömu rökum ætti að setja sveifluhlið við bara innkeyrslunar hjá fólki líka. Já, þannig að mér finnst þetta bara, allan fyrir mitt leyti finnst mér þetta ekki alvarlegar aðgerðir að horfa borgarinn að vera með þessa stöppla þarna og bara til þess gerðir að hægja á bílaumferð sem er náttúrulega kannski stóra vandamálið í svona litlum íbúðargötum. Já, einmitt. En það er svo sem okkar hlutverk líka að hlusta vel eftir óskum íbúa og ef að það er matumferðarverkfræðinga, sveifluhliðin, krakkar fara svo sem hraðar á og fólk er hraðar á hjólum heldur en gangandi. Ef að sveifluhliðin er að þjóna sama tilgangi og þá í sátt við íbúana, þá er það bara besta mál. Ég bara vona að þetta muni verða framgangur málsins. Þá hafa ekki fleiri beðið orðið, en ég vek athygli á því að inn á fundinn var að beðast athugasemdum að það væri ekki hljóð á streymi. Já, þetta er bara misskilningur, þetta er tæknilegur örðugleikar hjá viðkomandi. Ég er búinn að ganga skuggum að þetta sé allt í lagi. Elskar svona fjarfundi. Jæja, þetta gengur hjá okkur. Þá er það 5. mál á dagskrá sem er svar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu fyrirspurn íbúðarráðs Breiðholts aðgang að lokaskýrslum vegna styrkja úr hverfissjóði. Og þetta er lagt fram þar sem það var svona ákveðinn galli á gögnunum, ekkert stórmál heldur. Að það vantaði fyrirspurnina sjálfa,
Hún nú stutt, þannig ég ætla bara að lesa hann upp. Íbúaráð Breiðholts leggur fram svoleiðandi fyrirspurn, óskað eftir aðgangi að þeim lokaskýrslum sem þeir hafa verið skilað vegna samþykktra umsókna úr hverfisráði í Breiðholt síðan nóvember 2019. Og svarið þá þetta sem var hluti af gögnunum. Og ekki óþarfi að lesa það allt. Ég gerir ráð fyrir að þið hafi lesið þetta til þess kanna. Það þessi hljóta styrki eiga alltaf að skila inn greinargerð og greina frá því hvernig styrkurinn var veittur og það allavega ekki hægt að afgreiða styrkveitingar til sömu aðila nema að hafi komið greinargerðir áður, að kallaði eftir þessum greinargerðum og þeim skilað að það til gerðu eyðublaði. Jafnframt farið greinargerðir styrki og gengi úr skuggum og farið eftir viðhlynntri reglum og gerðar athugasemdir þörf þykir. Nokkur íbúar hafa sýnt í áhuga að greinargerðir vegna umsóknum hverju sem verið lagðar fyrir viðeigandi íbúaráð. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa sér ekki því til fyrirstöðu íbúaráðum fái afhenta greinargerðir vegna verkefna sem þau hafa ákveðið að styrkja. Til að koma til móts við beiðni íbúaráðanna verða allar greinargerðir vegna samþykktra umsókna til lagðar fyrir á lokuðum fundi viðeigandi íbúaráðs. Og já, þannig að þetta þá lagt fram, einhverjar athugasemdir. Já, Vigdís sem spurningu. Já, bara íbúaráð Breiðholts að safna saman í öllum ráðunum til þess að hafa þetta svona allt upp á borðum og allir njóti jafnræðis eða af hverju íbúaráð Breiðholts að senda erindin í okkar íbúaráð? Það fyrsta spurningin. Afsakið. Já, og svo náttúrulega bara þurfum við líka sem íbúaráð að fara að huga að því hvað við gerum því það verið að veita 30 milljónum meira inn í íbúaráðin út af COVID til þess að sé hægt að dreifa mannfjöldanum í Reykjavík út allt skiljiði, þannig að það þarf einhvern veginn að íbúaráð þarf að fara svona að hugsa næstu skref líka í því. Þetta eiginlega bara að því að þessi styrkja umræða komu upp. Ég skal bregðast í fyrri partinum. Íbúaráð Breiðholts sendi þessa fyrirspurn inn og henni var svarað og tekið var svo ákvörðun að senda öllum íbúaráðum þetta svar. En þetta sem sagt þannig að í tilfelli íbúaráðs hálendis og bústaða þá fáið þið sendar greinargerðir þeirra umsækjenda sem þið hafið veitt styrk, sem sagt. Þannig að það bara íbúaráðin, einstök íbúaráð fá bara greinargerðir frá sem sagt styrkþegum sem þeir hafa veitt styrk. Það hlaut að vera. Ef þetta svarar spurningunni. Já, takk. Ég er bara mjög ánægð með þessa fyrirspurn frá íbúaráði Breiðholts því að ég held að þetta hafi einhvern veginn verið tekið til umræðu í gamla hverfaráðinu og það gefur bara augalega að svona greinargerðir eru gríðarlega mikilvægar til að sýna fram á að maður hafi ekki hent peningunum út í loftið sem ég held svo sem það sé ekkert gert en þetta er bara svona gott vinnulag og ekki bara gott vinnulag heldur þá að þetta berist til borgarann heldur þetta ráðin fái aðgang að þessum greinargerðum. Þannig að ég bara, ef einhver er að hlusta á íbúaráði Breiðholts, þá bara þakka ég kærlega fyrir þessa fyrirspurn. Já, og Gústaf segir þetta sé flott mál. Viltu bæta einhverju við, Gústaf? Nei, þetta er bara... Þetta sé bara frábært. Já, og svo ætla að bæta við, Vigdís, að þú nefndir hérna út af COVID og öllum þessum peningum. Við erum hérna með á dagskrá Sumarborgin, það er 10. liður á dagskránni hjá okkur og það er vissulega styrkjamál vegna skemmtilegra verkefna sem ætlað til að líka upp á hverfin en eins og ég skil það þá er þetta hugsað sem svona sérstök fjárveiting út af COVID og er í rauninni ekki partur af þessum hefðbundnu styrkjum til hverfanna.
Þannig að en breytir ekki því að það jafn mikilvægt að kalla eftir greinargerð. En það svona almennt, það ekki, eins og ég skil að verið að bæta í öllum þessum peningum fyrir öll árin heldur þetta. Já, þetta náttúrulega einskiptis eins og ég var að segja, sko, þannig að, en bara gleðilegt að þetta skuli fara aðeins peningur út í hverfinn, bara mjög jákvætt. Samveg. Þá lít ég svo á þessum lið sé lokið. Næsti lið númer 6 bréf umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar vegna skipulagslýsingar, vegna skipulagsgerðar og umhverfismat Kringlusvæðisins. Ég var búin að hnippa í ráðsmenn og láta vita þessu skjali, en þetta stórt og mikið, þessi lýsing 44 síður. Og ansi viðamikil, þetta ekkert sem maður kíkir á hálftíma fyrir fund, þannig að þetta ég svona var aðeins búin að taka ákveðna þætti út úr lýsingunni, markmið að þróa og efla svæðið, þróa svæðið og efla það sem eitt mikilvægasta verslunar- og athafnasvæði borgarinnar og gott íbúasvæði. Það liggur fyrir að það verði byggðar 800 til 1000 íbúðir inn á svæðinu, en það í samræmi við samþykkt rammaskipulag og við uppbyggingu hverfisins á dagskrána að sjálfbærni verði að hafa leiðarljós og gert ráð fyrir nýjum leikskóla sem tekur við börnum sem þangað flytjast og fleira. Eins og ég sagði, þetta stórt og mikið skjal. Ég gerir ráð fyrir að ráðsmenn hafi kynnt sér varðandi skipulag og kringlureit og eins og áður þá gef ég orðu laust. Ég sé að Vigdís með bókun, viltu ræða bókunina eitthvað sérstaklega, Vigdís? Nei, ég bara lesa hann upp því að mér finnst svona nokkurs konar svona tvísögu gæta í þessari tillögu því það verið að tala um sjálfbærni og annað og það raunverulega verið að útrýma þarna öllum grænum svæðum á þessum byggingarreit sem gríðarstór, sko. Og ég hef áhyggjur af þessu, þetta á að fara þarna mjög nálægt þjóðveginum og þetta bara keyrt einhvern veginn áfram og þá fjölga þetta gríðarlega íbúðum annað, þannig ég ætla bara að lesa snöggvast bókunina. Býtu nú við, það var í þessu skjali. Borgarfulltrúi Miðflokksins gerir athugasemdir við framlagða deiliskipulagsbreytingu Kringlusvæðis. Ríflega 10.000 fermetra gróðursælu grænu svæði við norðurenda svæðisins verður hér fórnað fyrir steypu. Ríflega 4.000 fermetra gróðursælu grænu svæði við suðurenda verður sömuleiðis fórnað fyrir steypu. Ljóst að sú deiliskipulagsbreyting sem hér liggur fyrir stenst engan veginn yfirlýst markmið meirihlutans verndun grænna svæðanna borgarmarkanna. Þvert á móti þetta bein aðför að þeim. Vera má að draumsýn starfandi meirihluta sé að nema ekki staðar fyrir öllum grænu blettum borgarinn hefur eitt. Borgarfulltrúi Miðflokksins leyfir sér að fullyrða að borgarbúar deili ekki þeirri sýn þeirra. Miðflokkur vill lítið reka fyrir ábendingar sínar ekki ásættanlegt að gengið sé á veg helgunarsvæði Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar en ekki verið betur séð en að húsveggir væntanlegra bygginga sé að hluta í einungis 6 metra fjarlægð frá þessum stærstu vegum borgarinnar. Slík framsetning setur alla möguleika á úrbótum við þessi stærstu gatnamót borgarinnar í uppnám. Hér þarf að nema staðar áður en skaðinn skeður. Þá það næsta spurning, hvert á ég að senda bókunina? Senda á mig. Þú átt að vera með e-maili á mér vonandi? Já. Flott, takk fyrir. Ég geri það. Ok. Og ég get ekki séð að neitt annar vilji spyrja eða hafi athugasemdir þetta mál. Þannig að Ég vil taka mig samþykkja þessu Vigdísins. Já, ég kemur fram að Heimir sem með okkur og tekur undir bókun Vigdísar. Hilmar. Hilmar, það er Hilmir og Heimir. Ég verð þá að fá svigrúm til þess að, hvernig gerum við þegar náttúrulega ég vil bara senda þetta á þig, Heimir. Við verðum fund ekki upp í lokin. Já, þannig að þú veist, ef það eru fleiri sem taka undir bókunina mína,
Bara sendi ég hana núna svona á þig, Heimir, og og þá bætum við nöfnum ráðsmanna inn á, ef það eru fleiri sem vilja taka undir bókunina. Í lokin. Ég get gert það. En það er öllum velkomið að vera með á þessari bókun, ég tek það fram. Ok. Gústaf vill fá orðið? Já, ég ætla svo mikið að segja, þetta er alltaf bara kannski frekar snemma í ferli og mikið eftir að vinna með þetta. Ég svona margt af það sem ég líst bara mjög vel á, en ég ætla kannski að segja með grænusvæðina, það kannski vekur svona áhuga minn með grænusvæðina er að það er gert ráð fyrir miklu af svona grænum innsvæðum á milli húsa, eins og tíðkast mikið erlendis og sem vekur mikla gleði hjá mér, því að þarna á þessu grænusvæðin sem eru þarna núna eru grasbalar sem enginn nýtir og þarna væri skapa rými fyrir inngarða og margt skemmtilegt sem nýtur skjóls á húsunum og þau eru mjög gaman að sjá hvernig þetta er gert ráð fyrir að byggja þetta með mikla hliðsjón af skjóli frá vindum. Og geti þetta svæði þá nýst mun betur til útiveru heldur en gerir í raun og veru núna. En ég er ekki komin inn á mót einhver bókun eða gagnbókun eða eitthvað þannig. Ég tek undir með þig, Gústaf, ég er heldur ekki með bókun en ég held að einmitt á þessu svæði þá sé það mjög til bóta fyrir svæðið allt og fyrir þá íbúa sem að þarna eru að það sé þannig þétting byggðar að það komi fleiri íbúar og það verði þá betra og fjölbreyttara mannlíf. Þannig að því leyti þá hef ég ekki athugasemdir við þessa framkvæmd. Ef að það er einhver hverfi í borginni sem að mætti þétta þá er það þessi kringlureitur sem er mikið svona aksturs og bíla geimalt en það er kannski bara mín persónulega skoðun. Þannig að ég er ekki svo sem með, eins og ég segi, ég er ekki með bókun undir þessum lið. Eru aðrir sem vilja tjá sig? Nei, svo er ekki. Þannig að eins og Heimir nefndi að þá kemur bókunin upp á fundargerðar lokin þannig að þú getur þá séð með hvaða hætti hún birtist, Vigdís. Sjá. Næsta mál á dagskrá er liður númer 7, dagskrá verkáætlun Reykjavíkurborgar vorhreinsun gatna og gönguleiða í hverfinu til framlagningar. Þetta er eiginlega, við erum eiginlega búin að missa svolítið af þessari skipum með að setja dagskrá og þetta er svona eitt af þessum hlutum sem fer svolítið sjálfhverfan dagskrá því þessi þrifum er lokið í hverfinu okkar eða hverfinu okkar í okkar borgarhluta. Fórum fram þarna miðbik maí. Er einhver sem vill tjá sig sérstaklega þessar vorhreinsanir? Einhver sem hefur sérstaklega skoðanir og vill tjá sig? Er eitthvað að frétta af einhverju tölvupósti? Í framsendi bráði á hann. Já, var það bara þess eini? Já. Heyrðu, svo er ekki, þannig að þá er þessi 7. liður búið að leggja hann fram. Síðan er það liður númer 8 sem er sömuleiðis mál sem er aðeins búið að vera svona á lífi, má segja, þennan veturinn því að fyrst þetta mál byrja með því að það kemur íbúi sem gesturinn á fyrsta fund ráðsins, var það ekki fyrsti, það var það annar fund? Það hafi ekki verið annar fund, fyrsti annar fund. Já, það skiptir ekki alveg eftir máli. Nei, annar fundi, 20. Það var annar fundur. Og hann gerir athugasemdir við 2 hluti, það er að vera búið að ákveða annan, það var í sambandi við bílastæði og hinn var í sambandi við stutt logandi græn ljós og það kemur svar frá, það er svona svolítið sofnaði aðeins að ganga á eftir því. Það kemur svo svar sem er hluti af fylgigögnum, svar umhverfis- og skipulagssviðs
þessi tilteknu gatnamót, hálendisbrautar og listabrautar og ef ég á að vera svolítið óformleg þá þetta svolítið svona svar computer says no, það gamall stýrikassi og þeir loga í 12 sekúndur. Þetta eru 2 akreinar báðum megin og svo framvegis og Axel, okkar maður, okkar íbúi, hann fer þarna reglulega yfir með börn og segir að iðulega þá komið raukt þegar hann kominn inn á sem sagt eiguna sem að skilur akreinarnar í sundur. Ég fylgdi þess aðeins eftir, ég skoðaði þessi tilteknu gatnamót og ég skoðaði líka önnur gatnamót, gatnamót Listabrautar og Kringlu og komst að því að þar er grænaljósið, það er eiginlega meira bara svona bleikljós heldur en eiginleg græntljós vegna þess að það logar ljósið í 6 sekúndur. Og þar að vísu öfugt við hálendisbrautina, þar eru bara það er sem sagt bara ein akreining hvora átt sem skýrir þá okkur ljósið er ennþá styttra. En 6 sekúndur er enga stund að líða, þú ert bara rétt búin að stíga út á götuna þá er komið rauðljós. Og þannig að ég er mikið gangandi og á hjóli og hef bara á þessi sterkar skoðanir sem íbúi í hverfinu. Þannig að ég er með svolítið ítarlega bókun þetta mál. Ég er ekki sátt við þetta svar því að svarið leggur mikið upp úr rýmingatíma og ég hef heyrt það svar áður í sambandi við græn gönguljós sem loga stutt, þetta sé rauninni bara rýmingatími en fyrir fólki sem er í umferðinni þá er það ekki nógu gott, þá er það einhvern veginn ekki sá raunveruleiki sem fólk þarf að díla við, rýmingatíminn. Þannig að ég ætla að biðja þig Heimir að setja upp bókunina sem að ég var búin að skrifa. Eins og það heyrir, þetta er með mikið hjartasmál, mér finnst alveg óþolandi þegar maður er bara rétt komin út á götuna og þá er komið rautt. Ég ætla bara að lesa þetta á skjánum og eins og ég segi þetta er svolítið ítarlegt og ég fer þarna fram á, ég útskýri þá, það eru einhver 3 atriði sem gera það að verkum að þessi rök rýmingatíma virka ekki eða gagnast ekki íbúum. Það er fyrst og fremst vegna barna á leikskólaaldri, aðstandendur barna eða fólk sem er með börn í umferðinni. Þetta dregur ekki börnin yfir á rauðu ljósi og ferð að útskýra fyrir þeim hugmyndina rýmingatíma. Þú ert komin út á eigina sem aðskilur akreinarnar og stoppar einfaldlega. Þú ferð ekki að koma með svona verkfræðilegar umferðarútskýringar. Hugmynd númer 2, þá hendar þessar hugmyndir rýmingatíma sem kemur fram í skjalinu er tími sem er á rauðu ljósi og þér er ætlað að fara yfir og klára þeim göngutíma. Það hentar ekki fólki sem fara hægt yfir svo vegna fötlunar eða aldurs og þessi hópur þar og sem er líka áberandi í umferðinni oft þarf þá að stoppa sig á rauðu ljós og bíða þar til næst kemur grænt ljós og fara í rauninni yfir að tveimur ljósum. En alvarlegustu dæmin eru þá beygjuljós fyrir akandi og þetta er það sem Alex talaði sérstaklega. Eins og þið ímyndið ykkur svona gatnamót og þá er fólk að fara yfir á grænu og síðan eru akandi að líka fara yfir á grænu en beygja þvert á þá sem eru gangandi og síðan er staðan svo að þegar við komin út á miðja götu eða milli eina sem skilur aðgreinandi sundur þá komið rautt og þannig að þú ert að klára þinn tíma og ferð yfir á rauðu þegar þeir sem eru akandi eru ennþá á grænu og það hefur komið til einhvern veginn svona hálfgerðar leiðenda þar sem að þeir akandi gefa í skyn að viðkomandi sé á rauðu sem að þeir vissulega þegar þeir eru komin á rýmingatíma og þetta reyni ég að útskýra þarna í 3. lið.
í eins knöppu máli mér unnt, ég ætlaði átt að fara undir hvað, 200 orða, þetta nú 234 orða, þetta sleppi, en segi það í ljósi ofurgreidda þátta sem ég er búin að útskýra hér, ber íbúar að hafa leitis úr bústaðar, eða eitthvað laga stafsynningu fram á að leita verði leiða til að lengja þann tíma sem grænikallir logar á umræddum gatnamótum og að tímalengd gönguljósa í hverfunum verði tekin út með þessa þætti í huga. Þar með er ég búin að kynna þetta mál þar sem að þau gögn sem þið fengu, það var þetta svar við erindinu frá umhverfis- og skipulagssviði frá 30. apríl. Aftur þar sem að rýmingatíminn er ítarlegur og svo er það sem þið eru að sjá núna er þá mín tillaga bókun. Ég gef orðið laust. Gústaf, vilt þú tala? Já, ég er alltaf mikið ég að eitthvað. En já, ég bara, mér finnst það flott bókun. Það er svona tvennt sem kannski, ég kannast mjög vel þriðja lið að hafa lent í því og í raun og veru með rýmingatíman eins og í Vesturbænum, allavega ljósin gönguljósa sem eru í Vesturbænum og þar til dæmis blikkar grænikallinn yfir rýmingatíma áður en hún verður rauður. Og en svo er líka kannski, ég veit ekki hvort við viljum setja þetta inn í, en fyrst þetta eru nú bara 10, það sem kemur fram í þessu svari, þetta eru 10 gatnamót og þá taka 3 ár að endurnýja. Það sem er hún er raun og veru að segja þessi ófullnægjandi búnaður þarna. Ég veit ekki hvort að við höfum segja eitthvað að það mætti þrýsta á að þetta sé gert hraðar. Það bara setja Tillagan er í rauninni bara þess að leita verði leiða til að lengja þann tíma sem grænikallar logar. Við setjum það í rauninni bara þá í fangið á umhverfis- og skipulagssviði að hver sú leið er, hvort að það sé með því að skipta stýribúnað eða hvort að þeir geti einhvern veginn breytt stillingunum með eldri búnað og haldið sig við. Ég þekki það vel ekki en þetta er eins og þarna sérstaklega, þetta er svo áberandi þarna við Listabraut og Kringlu 6 sekúndur, þetta er bara hlægilegt og það er bara mikilvægt að það sé skoðað, að það sé hlustað og íbúið ekki bara með rökum við rýmingatíma. Þannig að já, ég var alveg til í, til þess að fá framgang við þetta mál, það væri svona alveg skemmtilegt að segja, tala sérstaklega stýribúnað, en þetta er opnað, þannig að tillagan er þessi að bara leita verði leiða og síðan getum við séð hvort að komi fram einhver viðbrögð og við getum þá bara sett þetta aftur á dagskrá hvort í júní eða haust ef við fáum svar. Má ég segja? Já. Elmar? Í Danmörku svona klukka, segir hvaða marga sekúndur og hefur til að fara yfir. Já, hún er komin líka niður á Lækjartorg, svona klukka. Þetta er ekki bara að vera með svona viðstöðu. Ég held að það sé nú tiltölulega svona, maður er að tala um svona klukku eins og við þekkjum á strikinu í Danmörku og er komin núna Lækjartorg af minni. Og þetta væri það besti kosturinn en allavega að það verði lengri ljós og tryggja þannig hag gangandi og hjólandi og ekki síst barna í umferðinni. Samþykkir ráðið þessa bókun? Já, sammála. Ok, frábært. Heimir þarf aðeins að laga ég sé því ég las þetta yfir, það er eitthvað aðeins með stafsetningu en Heimir kippir því í liðinn. Ég hlýt gert það. Það er eitthvað svona held ég minniháttar, hún er ég allavega. Heyrðu, þetta skot gengur hjá okkur.
Ég veit að Gústaf þarf að fara á píanótónleika og mér sýnist hann ætla bara að ná því. Það ánægilegt. Við skellum okkur bara með honum. Næsta mál á dagskrá aftur svona mál sem hefur lifað svolítið í vetur vegna þess að það kom erindi formanns Foreldrafélags Fossvogsskóla vegna athugasemda við breytingar á leiðinni til strætó og við erum að leggja það fram vegna þess að eins og ég skil, nú hafði ég ekki tök á að vera hérna seinasta fundi sem var alveg í febrúar en mér skilst að erindi formannsins hafi ekki verið lagt fram, hins vegar fór fram ítarleg kynning á nýju leiðinni til strætó. Þetta auðvitað nátengt, en ástæðan fyrir því þetta sett á aftur á dagskrá og það til þess að við höfum til þess að erindi formanns Foreldrafélagsins að það komi hérna formlega á dagskrá. Það búið að kynna breytingarnar á leiðinetinu, þannig að við erum svolítið sem ekkert að gera með það og þannig að hérna ráðsmenn eiga að þekkja þá þessar hliðar málsins ekki síst út af kynningunum frá strætó á seinasta fundi sem ég treysti að sé öllum í fersku minni. Ég með tillögu að bókunin til þessum lið sem hljómar svo, ertu með, hún kemur hérna. Kemur örskotsstund. Eftir örskotsstund. Hún afskaplega stutt, hún svona ákveðin mótvægi við bókunina sem var þarna á undan. Íbúar á Hálendis og bústaði hefur móttekið ályktun Foreldrafélags Fossvogsskóla vegna aksturs Stjörnubrú og fengið kynningu á nýju leiðarkerfi strætó. Ráðið gerir ekki athugasemdir. Má ég aðeins fá orðið? Já, gjörðu svo vel. Hérna, sko, ég ekki að gagnrýna bókarinnar, alls ekki. En sko, það náttúrulega rosalega gott ef að kannski bókarina geta kannski borist ráðsmönnum bara svona hádegisbil þannig að maður sé ekki að sjá þetta allt í fyrsta sinn, skiljiði. Þetta ekki, hérna einhver hefi gagnrýni heldur bara svona praktískar vinnureglur varðandi sko vinnu á fundum. Því í íbúaráðunum eru yfirleitt sko mál sem að eru hagsmunamál hverfisins og náttúrulega best að við getum alltaf verið öll sammála, fattiði mig. En það náttúrulega sko væri rosalega gott að vera búin að fá þetta fyrr, þannig að maður getur lesið þetta samhliða dagskrárliðunum og þá jafnvel komið litla breytingar eða eitthvað slíkt skiljiði eða bætt einhverju við. Þannig að þetta er bara svona ábending formaður á þess að ég sé að gera nokkuð stórmál úr þessu. Já, bara ábendingin bara móttekin. Það byggir svolítið á því að svo ég fara aðeins aftur að við vorum gjarnan að ræða málin og koma með bókanir bara búa þær til á hverfisráðsfundunum sem voru hérna áður. Ég var forsvari fyrir á seinasta kjörtímabili. Þannig að þetta þá skref fram á að ég sé alveg punktinn hjá þér og ég skal bara hafa þetta í huga og passa upp á þetta næst. Með leyfi formanns hefur mætti stjórninni. Það alltaf töluvert langt liðið síðan þessi fundi var í febrúar en mér minnir að þessar áhyggjur Foreldrafélagsins hafi verið reifaðar og gott ef við var ekki varpað upp á skjá. Gústaf, þú kannski manst þetta betur eða þið hinn? Já, við ræddum, sko, við lögðum fram, sko, þessu var varpað upp, sko, þessari, og við ræddum þetta aðeins, sko, og við líka fulltrúar á strætó, held ég, ef við hefum gert það líka, sko, og þetta var bara, þetta er svolítið svona viðkvæmt mál. Það snýst aðeins samt aðeins þessi hlið sem eiga að takmarka aðra umferð sem eru bíluð, hafa oft verið bíluð þar sem það verið gert annars staðar. Og ég hef ekki sterka skoðun á þessu, verð ég að segja. Og það mátti ekki svona í raun og veru skoðað og gert með grein, eins og maður hugsa skilur, ef þetta er bara strætóbílarnir sem eru að bæta stuðin í umferðina, þarna ein leið að keyra á korters eða hálftíma fresti eða hvernig það er. Ég getum ekki séð að það er eitthvað
hrapalegt áfall fyrir hverfið, sko, en mér finnst allt í lagi bara að taka þetta til greina og þau hjá Strætó hafa fengið þetta þessum alveg vel. Þau eru alltaf búin að senda þeim þessa ábendingu skýrt, sko. Það er alltaf ennþá verið að vinna að leiðakerfinu, ekki afgreitt það. Já, það er bara mikilvægt að þetta sé lagt fram. Ég meina, kynningin er búin að eiga sér stað og aftur þessar bara með formlegum hætti búin að leggja fram þessar áhyggjur foreldrafélagsins, þannig að ég held að við séum búin að reifa þetta mál þokkalega skýrt. Ég sem móðir í þessu hverfi sem sendi börnin mín í strætó og ég tala alltaf fyrir bættum strætósamgöngum fyrir börn, minna skutli, meira strætó sem nýtist ekki bara í tómstundum, heldur bara eru krakkar að þvælast til og afa og félaga sinna og fleira, þannig að ég held að setja bóta, ekki síst fyrir börn, að strætósamgöngur séu að þær verið bættar almennt, þannig að ég tek nú svo sem ekki djúpt þannig árin í þessari stuttu bókun nema bara þetta, við gerum þá ekki athugasemdir. Ja, ef ég má bara svona bæta við hugsandi sko, aðrar aðstæður, að til dæmis í kringum það sem ég búi líka í Vesturbænum, að þar í kringum Vesturbæjarskóla og í kringum KR-heimilið að ganga strætór alveg upp að dyrum, sko. Það er ekki nú ekkert tiltökum mál, þess að það gera þær ekki nú hverjum, sko. Nei, þetta er oft í sambandi við breytingar eitthvað sem hefur ekki verið og á að verða, og það virðist alltaf vera svona innbyggð andstæða við það, sem er oft skiljanlegt og skiljanleg, og það er þetta sem fjallað þetta frá öllum hliðum, en já, þetta er svona tillaga sem liggur fyrir. Má ég gera ráð fyrir því, það hef ekki fleiri beðið orðið, má ég þá gera ráð fyrir því að fólk ráðið taki undir þessa bókun? Mál, þá er það þannig. Og þá er það næsti liður á dagskrá sem er Sumarborgin, sem að ég gerir ráð fyrir, ég er búin að reyna að kynna hana svona sæmilega á bæði á íbúðarráðs síðu á Facebook og svo í grúppunum báðum, íbúðar í Háaleiti og 108 íbúðar. En í stuttu máli þá gengur Sumarborgin 2020 út af það að efla mannlíf, menningu, félagssögu og lífsgæði í hverfinu í sumar, ekki síst út af þessu erfiða og já, við ætlum að nota orðið fordæmalausa vori sem við erum búin að ganga í gegnum. Og það er miðað við að þegar við talaðum hverfi borgarinnar, en ég vil nú frekar tala borgarhluta, en að þessi borgarhlutarnir 9 fái 1 milljón hver og að svo fái þeir umfram fjármagn með tilliti til íbúafjölda. Það kemur ekki fram þarna hvað okkar borgarhlutar að fá mikið. Það er ekki eitthvað 2-3 milljónir. Við skulum fá þetta bara skjálpast hérna. Já, það er alveg þetta inn. En 3,4. 3,4, já. Ég var líka búin að gera grein fyrir því á þessum Facebook-hópum. Og það sem ég er búin að gera líka er að ég er búin að senda á bakhópin okkar, sem er svona, þannig eru formenn foreldrasamtaka í skólum og leikskólum, íþróttastarfið í hverfinu, kirkjan, skátarnir, félagsstarf eldri borgara og fleiri, og ýmsir bara íbúar sem hafa verið virkir og látið til sig taka, nokkuð ítarlegur listi. Það sem ég er búin að hvetja fólk, ég veit að skátarnir ætla að sækja og ég var nú svona vonast til að íþróttafélagið myndi kannski taka við sér og gera eitthvað skemmtilegt fyrir 17. júní, en endilega, ef að þið hafið tök á, sem þið svo sem hafið, endilega minnið ykkar tengilið í hverfinum á
þennan styrk og þannig að við freistum þess að koma þessum peningum út, getum gert eitthvað skemmtilegt í hverfinu. Einhverjar athugasemdir við þetta? Ein spurning með bakhópinn við Vigdís. Já, hvað aftur margir sem eru í þessum bakhóp ráðsins? Manstu það? Veitu, ég með bara opnaskjalið. Er þetta einhver 20 eða er þetta 100 eða? Þetta eru bara nákvæmlega 70. Nákvæmlega 70? Nei, þetta er ekki 70, byrju, þetta er bara 60 og eitthvað. Já, ok. Takk. Þannig að ég get, ef þið óskið eftir að getið stemt póst, ég get alveg senda ykkur þá til dæmis bara listan yfir hvaða samtök þetta er bara eins ítarlegu listi svo hægt er. Þannig að og það sem að fólk hefur svolítið spurt mig út í þennan bakhóp þessi viðmiðið og ég hef bara slett mig á ensku og sagt að móðum við merjar, bara þeir sem að vilja taka þátt, hafa skoðunar á hverjónum. Ég tala ekki fólk sem á einhvern nátt í forsvari fyrir samtök eða stofnanir eða einhverja virkni í hverfunum að bara endilega koma að vera með. Þannig að þetta fólk er líka alltaf sérstaklega að fá boð á fundi hjá okkur. Þannig að þetta er eins og það er og þið ættu að kannast við það. Næsta mál er númer 11, sumarleyfi. Við ræða það hvað þið ætlaði að gera í sumarfríinu. En það er hefð fyrir því að við tökum sumarleyfi í júlí. Þetta snýst ekki bara það? Þetta snýst það og ég setta með leyfi formanns ef við mætti skjóta aðeins. Þetta er bara með hliðsjón af því ég hef verið að setja á dagskrá íbúðaráðanna út af því að það kemur inn í júní þessi afgreiðsla vegna sumarborgarinnar á umsóknum og svo náttúrulega líka kemur inn aðkoma ykkar að fjárfestingu og viðhaldsáætlun. En þið búinu svo vel að þið eru með fastan fundartíma seint í júní. Þannig að það ætti alltaf að geta gengið saman þar. En það eru sum íbúðaráðanna sem bara funda snemma í júní og hafa þá þurft að hugsanlega boða til auka fundar. Sem sagt seinni part júní til að tímaramminn þarna myndi passa. Út af því að það er hægt að sækja vegna sumarborgar til 7. júní. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu. En hvernig er með, ef við fer aftur hoppa yfir í 10. leið sem er kannski ekki æskilegt, í sambandi við umsóknirnar, við erum að samþykkja það eða ekki? Jú, endanlega ákvörðun úthlutun úr vegna þessa er í höndum íbúðaráð. Þannig að við gerum það bara í tölvupósti eða? Á næsta fundi. Þetta sem er í lok júní? Já. Já, ok. En það er bara hluti ekki að fara af stað? Einmitt, ef ábyrgð fyrir því að reyna að leysa úr þessu afgreiða umsóknum sem fyrst, þá þarf að boða til auka fundar þessa vegna. Og það er ekki að afgreiða svona hlutum í tölvupósti? Ekki að svo stöðunni. Þannig að þið vitið þá bara af því, ef það er einhver verkefni, ég meina 17. júní til dæmis er áður en að við ætlum að funda næst. Þannig að ef það liggur fyrir einhverjar hugmyndir að gera eitthvað skemmtilegt á 17. júní, þá er ekkert útilokað að við þurfum að búa í auka fund, en það er svo sem ekkert vandamáli því að við getum öll verið á fjarfundi. Það er bara spurningum að það ekki. Já, ég þekki ekki heimildir fjarfundar rennur út 2. eða 4. júní. En þá ég veit ekki nákvæmlega hvort að sú heimildir er framlengt. Nei, það er ekki að framlengja hana. Þetta var bara algjört neyðarúrræði, sko. Öll neyð og allt er horfið úr íslensku samfélagi. Já, þannig að þá þarf það bara að koma í ljós, sko. Já, ég menn í versta falli þá bara hittustu, það er ekkert skelfilegt. Ég held að þessi ekki fyrirstuð að taka bara eitt stund hádegi undir þetta eða slíkt, sko. Já, þetta er bara svo þægilegt spurningum kannski eina umsókn, þá er svo þægilegt að geta gert það á fjarfundi, sem að ég tekur kannski kortir, en bara den tíð, den sorg, svo ég sletta nú svolítið á dönsku líka.
En allavega... Má ég aðeins Þóra? Já. Sko, ég tel að það sé sko heimild fyrir því að samþykkja kannski eina umsókn þá frekar sko með tölvupósti, skilurðu. Að það sé það þannig staðfest úr tölvupóstfanginu mínu, þú veist að ég skrifi samþykkt og allt það sko. En Heimir bara tekur þessu. Ég skal bara kanna þetta, Vigdís. Ég fyrstur manna til að fagna því, ef það verður möguleiki. Já, þú veist, svona tæknilega séð. Það hefur meira gildi kannski eftir fjarfundur, en bara þið veitir út af því að hann undantekning, en þetta tæknilegt mál sem við skulum ekki eða tími. Ég þekki þú öðru tiltölulega formlegu félagsstarfi sem ég hefur í, að þá hafa mál verið afgreidd með samþykki alltaf í tölvupósti. Það væri bara frábært frábært, eins og ég segi, ef þetta snýst mál sem að tekur kannski 10 mínútur að afgreiða í minni tíma sem líklegt að allir séu sammála eins og kannski einhver skemmtidagskrá fyrir 17. júní. En þið vitið af sér umræðu og við höldum einhver upplýstum ef eitthvað gerist. Ég skal afgreiða mál og ég get alveg fullvissað um það að ég myndi gjarnan vilja, ef ég fengi heimild til, að þetta yrði afgreitt með slíkum hætti. Aðtöða. Já. Heyrðu, og þá erum við bara aftur dóttinni lið 11 sem eru sömuleifi íbúðarás. Það verður þá ekki fundur í júlí og ég treysti því að þið gerðu eitthvað skemmtilegt í sauðmál og nýtið 5.000 kall eða eitthvað. Það má nýta hann í Reykjavík, veit ég. En lið númer 12, málefni hverfisins, þetta auðvitað opinn liður. Hefur eitthvað borist inn á netfangið? Nei, ekki nema þetta sem ég sendi á. Já. Er eitthvað kæru ráðsmenn sem að þið viljið setja á dagskrándu málefni hverfisins svona spontant? Sýnist ekki. Það var nú heilmikið á dagskrá, þannig að við erum komin yfir í lið númer 13. Sem lokaður, já. Hann lokaður, og þá það bæði 13 og 14. Það umsóknir yfirleitt umsóknir hverfisins 2019 og svo umsóknir hverfisins, þannig að hvernig... Þá þurfum við bara að taka örstutt fundan hér meðan þú kveður kannski áhörðendur og ég beð að slökkva á streyminu. Já, þess að þá fundi ekki slitið en streyminu lokið því það hefð fyrir því að yfirferð umsókna í hverfissjóðin sé lokaður liður.